Verið hjartanlega velkomin í þennan þátt. Þetta önnur serían. Já, ég mættur aftur. Í dag ætla að tala um apa. Ég bý í Apalandi og Apaland er stærsta land í heimi. Það jafnstjórn allar 7 heimsálfurnar sem eru til á landi. Og það er svo stórt að það kemst ekki fyrir landakorti. Og ekki fyrir á neinum nattleikani. Það er svo stórt. Það er búið fullt af öfnum. Eins og ég og fleiri. Apar er nefnilega mjög merkilegur. Og í Apalandi þá klifur á trjánum, hoppum og skoppum og það er mjög heitt. Það er mjög heitt í Apalandi. Svakalega mikið sól og svakalega gaman. Og ég bý í Leikútsbæ. Og ég fer stundum í Jólabæ. Og alls konar bæir sem eru að fullt af bæjum. Og þetta er alveg rosalega skemmtileg út bæir. Og borgir og alls konar svona. Apaland er nefnilega mjög merkilegt. Það er svo gaman að búa í Apalandi. Og það að búa í Apalandi er æðislegt. Það er svona eins og að búa ekki á Íslandi. Heldur í Apalandi. Sem er mjög stórt land. Og ógeðslega gaman að vera þar. Þar er við að hoppa og skoppa og skemmta okkur og gera alltaf gaman. Því apar eru mjög merkilegir. Við erum ekki bara að hoppa og klifra í trjám og svo alltaf. Nei. Það er mest misskilningur. Við erum aðallega í því að dansa og skemmta okkur og bara gerum bara eins og mannfólkið. Enda eru til mennirnir komnir af okkur og læra okkur. Fyrstu leikarnir voru apar. Já, Þannig að við erum oft að leika alls konar sýningar sem þið haldið að það hefur gert. Þetta er allt saman öpum, sko. Já. Öll verk sem sýndir í leikhúsunum í dag og hafa verið sýnd síðustu árin eru öll frá Apalandi. Það eru rauninni apar sem hafa samið þetta. Shakespeare heldur hann samið öllu leikrit sinn. Nei, Shakespeare samið ekki neitt. Það var api sem heit Búka Bragab. Hann heit Búka Bragab af því að hann sagði alltaf þegar hann kynnti þessu sig Búka Bragab. Það er Búka Bragab þannig að mamma skilnaði bara Búka Bragab. Þannig að Hamlet og Romeo allir eftir Búka Bragab, ekki einhvern Shakespeare. Þannig í Apalandi, þar sem ég bý, er fullt af skemmtilega. Og það er mjög ótrúlegt að vera api í Apalandi. Og apar, þeir eru frábærir. Sko, eins og ég, þeir eru skemmtilegir. Við erum alltaf að hoppa í trjá og ekki það sem brukur trjám og svona alltaf. Við erum oft á jörðinni að dansa og syngja og leika og alls konar. Og við erum rosalega ánægðir og glaðir. Eða í Sorgarbæ reyndar. Það er ekki eina kirkjugarð í Apalandi. Þannig er Sorgarbæ. Og í Sorgarbæ búi allir sorglegur. Sem er mjög sorglegir og sorgmættir og rosalega alltaf grátandi. En aðrir, þeir eru hlæjandi og svona. Og það er mjög skemmtilegt að vera api í Apalandi. Því að vera api í Apalandi, það er svona eins og að vera stór, skemmtilegur api ekki í Apalandi. Já, en í Apalandi, þar finnur við margt sem ekki er að finna annars staðar. Því í Apalandi, þar ríkir gleði og glaumur. Og aparnir í Apalandi, þeir eru frábærir. Við hoppum, syngjum og tröllum. Og líka stundum, þá hljóðum við eins og einhverjir kanínu gasprandi. Nei, djók. Og það held ég við borðum bara banana. Við borðum ekkert alltaf á banana. Við borðum alls konar mat. Epli, appelsínur og alls konar. Við erum ekkert bara banana. Og apabönnin eru vetur upp alveg mannabönnin. Miklu betur fyllt. Ég ætla ekki að segja ykkur því strax. Ég ætla ekki að svefna það. Það var allt vitlaust
í Apaland og þar, sumt má ekki segja frá, sumt algjört leyndarmál. En ég skal segja ykkur það að apabörn eru mjög stillt. Þau geta verið óþekk og líka tekið á því, og það ekki tekið á því eins og tekið á bannheimum. Nei. Ég ætla ekki svona að nefna það. Og ég ætla ekki að segja ykkur hvernig tekið á því okkur. Það bara tekið á því mjög komandi. Og okkur finnst það mannfólki að það taka okkur til fyrirmyndar. En þeir gera það greinilega ekki. Við getum tekið til að mikið á okkur. Því við aparnir, við getum margt. Og í Apalandi, það sko gaman. Og lífið, það ekkert smá gaman. Og vitið þið það, það ógeðslega gaman að vera búið í Apalandi. Það svona að búa ekki á Íslandi, og það svona fjör. Í Apalandi þá erum við meira svona hoppa, skoppa og gera allt. Og vitið það að það gaman að Apalandi. Og að vera api í Apalandi, það æðislegt. Vitið það, ég hef ekki meira tíma til ykkur, ég þarf að apa sig. Þannig við sjáumst bara í næstu viku. Verið sæl, að sinni.